Svolítið, þetta var svona stórt tap í kvöld, eða svona stemdi í það, náðu að bjarga svona kannski aðeins fyrir horn í lokin? Já, við svo sem náum aldrei að ógna eitthvað almennilega, bara byrjum illa og erum bara alltaf leikinn og mjög ólíka sjálfum okkur í fyrri hálfleik því miður. Á einhvern veginn var það sama og var þetta í Eyjum, við náum ekki svona ákveðinu sem við viljum vera að spila á og þar auki, klúra einhverjum 3 vítum sem náttúrulega ekki hjálpa okkur þegar það gengur illa að skora. Nei, niðurstöðunni 9-4 hefði getið verið 9-7 ef að vítin hefði nýst til dæmis. Já, það er bara breytt ógeðslega miklu fyrir okkur að lítið skora þessum leik og sér 4 víti í öllum leiknum. Ég ætla ekki eitthvað að setja þetta bara á einhverja vítanýtingu, við erum bara í vandræðum bara allan leikinn en það hjálpa ekki til. Og svona, já, það hefur verið draumurinn að ná með einu leik í þessu? Já, auðvitað og við höfum fulla trú að við höfum getað unnið þetta einvígi bara, það hljóma kannski galið í eyrum einhverja en við höfum allavega fulla trú að við höfum getað gert ýmislegt á móti IBVF, við erum alveg búin að sýna í vetur, við erum búin að spila hörkuleiki við þær. Þær eru bara svaka uppleið núna og eru búin að finna sér svolítið svona varnarlega í þessari 5-1 vörn sinni og eru bara erfiðar við að eiga og samaskapi fannst mér við ekki vera að ná bara þeim frammistöðum sem við höfum verið að ná í vetur. Þessi 2 leiki úrslitakeppni var svona verið undir pari? Já, ég held að þetta sé bara okkar slökustu hálfleikir í vetur, bara svona í fljótu bragði og það er náttúrulega bara reynslu mikla að refsa og það er ekkert auðvelt fyrir, lið sem er að koma í fyrsta skipti í svona keppni og þetta er bara önnur keppni að byrja að mæta IBVF, út í Eyjum og það er bara erfitt og en við höfum klárlega viljað sýna betur frammistöðu. En það má segja svo að þetta er líka svona ákveðið ævintýri, ég meina á síðasta ári voruð þið í öðru sæti í grillinu og börðust upp í gegnum umspil og eru komnar þó í úrslitakeppni í Olís árið síðar. Já, það er kannski erfitt að standa núna eftir, nýdottin út og við ætlum okkur meira en maður þarf kannski núna bara á morgun þegar maður er aðeins búinn að jafna sig að kíkja tilbaka og rifja upp það sem við erum búin að gera á þessum tímabili sem er náttúrulega bara frábær árangur hjá þessu liði og skrefi sem félagið er líka bara búið að stíga á þessu ári og bara þessum 2 árum er bara til fyrirmyndar og bara hrósa allt fólki í kringum klubbinn sem er búin að lyfta þessu upp á hærra plan og við bara stefnum hærra.